Bjarnason, Takk og auðtrúa. Takk og auðtrúa. Freyjukettir norræn menning, önnur útgáfa 2010, ESB-númer. Hjalti stúderar skák. Hjalti varð jólasveitnin, sigraði í jólaskákmóti Taflfélags Reykjavíkur, var skólaskákmeistari í grunnskóla, var í öðru sæti á unglingameistaramóti 1985, með yfir 2000 elóstig. Takk hringir frá stjörnunni sinni til jarðarbúana. Halló, segir Takk. Eruð þið ekki alveg niðri á jörðinni þarna? Jú, svarar krakkin á jörðinni og hlær. Segðu mér, segir Takk, eru einhverjir jarðarbúar sem borða matinn sinn með prjónum? Ég heyrði þetta einhver staðar. Hefurðu ekki heyrt söguna af gráðuga Kínverjanum sem borðaði með prjónavél, segir krakkin á jörðinni og hlær. Heyrðu, skemmtilegi krakki, segir Takk, eru bæði til alisvín og villisvín þarna á jörðinni hjá ykkur? Já, góð svín, svarar skemmtilegi krakkin hlæjandi, og líka rekkjusvín. Þau eru vondu svínin. Takk hlær. Krakkin hefur svo smitandi hlátur. Svo hef ég heyrt, segir Takk, að þið hafið bæði taflmenn og skákmenn. En ég veit ekki hverjir leika á hvora. Hér leika allir á alla, Takk minn. Og svo ég líka draugagangur. Var einhver að kalla á mig? Spyr draugurinn. Ég hér með nokkrar gátur handa ykkur, segir Takk. Fyrsta, hvað flatt með hala og geymir eggin sín í skipi? Númer 2. Hægt að vera ber í fötum? Númer 3. Hver segir takk í öðru hvoru orði allan sólarhringinn? Segðu mér, eru sjávarhryggleysingjar á Atlantshafshryggnum? Má kafarageimveran koma til ykkar og rannsaka það mál? Endilega, svarar krakkin á jörðinni. Við erum búin að finna hér fornmús, segir Takk. Hún var fyrst til fyrir 1000 milljón árum. Ég sá hana úr þyrlunni minni, segir Takk. Annars ég núna að búa til bát sem kemst í vasan, þegar maður ekki að sigla á honum, þegar þarf að flytja hann yfir þurrt land, að annarri á eða niður að sjó. Mjög þægilegt og hentugt. Maður rúllar honum bara saman. Ég nú ekki alveg búin að leysa öll tæknileg vandamál ennþá. Svo hér ein spurning enn, og þetta var svolítið alvarlegt mál. Hvar náði auðtrúa í blaðið sem hún var að lesa? Hún segir að það hafi komið frá jörðinni. Hún var ekki vel læs á ykkar letur. Letrið okkar nefnilega allt öðru vísi. Hér stendur hús, brauðform, mús, pípa, tól, hossast.
Auðtrúa var nú raunar ekki heldur vel læs á takstjörnuletur. Hún var alltaf svo trúgjörn og hún var svo illa læs. Hún las: flúor er hollur, hollur fyrir Svo gat hún ekki lesið meira og sagði: æ, það skiptir ekki máli. Flúor er hollur, sagði hún svo. Smjör og fita er óhollt ef skiptir ekki máli, sagði hún svo. Ég nenni ekki að lesa meira. Flúor er hollur, sagði hún. Smjör er óhollt. Auðtrúa sá svona auglýsingu í blaðinu og sagði að þið á jörðinni borðuðuð með svona spónum. Hún hætti að borða smjör og smurði brauðið sitt með flúor. Ég sagði: Auðtrúa, hvað er að sjá þig? En hún svaraði: ég er svo hraust, svo hraust, svo hraust. Ég las í blöðunum að flúor væri hollur fyrir eitthvað, og að smjör og fita væri óhollt ef eitthvað, sem ég nennti ekki að lesa. Síðan hef ég hámað í mig flúor í alla mata. Svo lagðist hún niður og dó. Þetta var nú slæmt, sagði krakkinn á jörðinni. Auðvitað á maður ekki að trúa öllu sem stendur í blöðunum. Hér dó Bjáni sem trúði öllu sem hann las í blöðunum. Svör við gátunum. Skata sem á Pétursskip. Ber í fötum. Klukka. 30 taksögur. Barn semur handa börnum.